Íslandi. Jú, mér svo var kallaður incel kóngurinn á einhverju tímabili. Mér finnst það alltaf best að við fjölskyldumenninir sem kallaðir incel, svo náttúrulega þegar það var bent á það og þá var skilgreiningunni bara breytt í þetta er svona incel mindset. Já, þú veist, hvað er incel? Bara, þú veist, að vera, þetta er ekki útskýrta. sko incel, það er involuntary celibacy, er það ekki? Stendur fyrir það. Jú. Það er, þú veist, það bara á ekkert við. Þú veist, þetta eru menn sem að geta ekki fengið Fengið að ríða. Já, geta ekki fengið að ríða og eru reiður út í konur. Það er, þú veist, byrjun á þessu incel-dæmi. Já, og þetta er miklu meir en það. Þetta er ekki bara aðilar sem þetta er svona aðilar sem telja sig vera hlundfarna í lífinu að því að þeir eru annarkvort ekki, þú veist, myndalegir, konur hafna þeim, þú veist, samt eru svo góði gæjar, þeir eru ekki góði gæjar, þeir eru ekki að haga sér, veist, en þetta er alvöru hópur og þeir eru komin með alvöru incels, þeir eru til. Já. Og þeir geta verið rosalega hættulegir. Þeir eru rosalega reiðir gæjar sem eru oft bara á þeim staði í lífinu að þeim finnst ekki á neina að tapa. Nei. Og þeir eru ofboðslega reiðir út í sérstaklega konur. Og þetta finnst mér vera, þú veist, þú ert ekki að gera neinum greiða með því að, þú veist, fara að kalla aðila sem eru augljóslega ekkit incels, kalla á þessu nafni því þú ert að gjaldfella orðið. Svo við erum búin að sjá með svo mörg orð. Já. Þú veist, og að því að þessi gæjar eru þarna úti og ég hef alveg talað við nokkra þeirra, sko. Og þú veist, þeir hafa alveg leitað til mín í gegnum, þú veist, Instagram síðuna mína og þú veist, ég hef átt við 13 í heildina, ég man allt svona, sko, ég man furðulegustu hluti og svo get ég ekki muna númer á bílnum mínum, skilur. Og ég náði 4 þeirra, þú veist, út úr þessu mindseti, sko. En það, þú veist, eitt er að ég hef spjallað við hann ekki að svona næstu í daglega í næstu 2 ár, skilur. Þetta er það slæmt getur þetta orðið, sko. Og, þú veist, ég stundi að spyrra, þú veist, hverju ég nenni þessu og ég veit það ekki. Þú ert að reyna að hjálpa. Já, það hljómar eitthvað svo klísjulega, skilur. Nei, en þú ert að því, ég meina, þú ert ekki að gera það því að það er svo gaman. Það er ekkert gaman. Nei, þú veist, þannig að þú ert í rauninni að hjálpa konum, skilur, þú veist, frá, að því að þú veist, mér er svo skrítin þessi umræða einmitt þig og þetta bjórkastið og þetta, alltaf tala þetta incel og ég er bara eitthvað að viti hvað þetta þýðir, að því að þetta er bara nána, þú veist, það þarf enginn að segja mér að Helgi hann að sé incel, hann á konu og börn, eða ekki, Jú. Þú veist, þetta er bara svona, að því að þetta er, þú veist, það má þá ekki bara kalla það kvenhatara frekar, þú veist. Betra þá að kalla það bara það. Já, ég meina að þú veist, að því að þetta á ekkert við, að því að minnst fólk ekkert vera upplýst og það segir alls konar og náttúrulega besta fólki er það sem að býr sér til sérstakann aðgang til þess að geta verið að rífa kjafta. Vertu það bara undir nafni og svona harður, sko. Þetta er þessu segið, ég finnst slæmt að sé verið að misnóti þessu orð því að bara enn og aftur ég verið að spjalla við alvöru, þú veist, incel gæja og þetta er ekkert grín, sko. Nei. Og það eru meira þess að margir sem eru svolítið í því að búa þetta svolítið til og þú veist, eru algjört eitur, þetta svona, það sem er kallað manosphere til dæmis á netinu, þetta er eitur pollur, sko. Þetta eru rosalega mikið gæja sem að tóku svona, þú veist, hvað segir maður, leikbókinas, þú veist, Andrew Tate, Andrew Tate er alltaf svo auðveldur en þú veist, hann er ekkert eins skaðlegur og margir er að halda fram. Það er rosalega mikið af hlutum sem að myndast út frá því sem hann hefur gert, sem er, þú veist, Andrew Tate hann er frábær í kjaftinum, hann er rosalega góður að tala. Mér finnst hann óþolandi, sorry. Já, ég er ekki að fara að tala hann upp, sko, en það sem ég er að benda á, sko, það sem er svo hættulegt við að allir, við að útskúfa þennan hóp, þessi hóp leitar alltaf eitthvað. Og þegar þú ert með mann eins og Andrew Tate sem að segja sannleikan ýmis vandamál sem kallmenn standa frammi fyrir, sérstaklega ungi kallmenn, þá ertu búin að vinna svolítið traustið þeirra. Svo er hann að selja þeim bara einhverjar algjörar eiturpillur sem lausn. Það er, þú veist, það sem fólk fattar ekki, þú veist, það heldur bara að það sé bara það að hann sé svona ógeðslegur, þú veist, ég var alltaf bara svona, margt mjög flott sem hann segir, svo sé ég hann að viðurkenna það allir með hann sé bara svona pimp og hann noti loverboy að fyrir hann til að fá konur sem svona næstuði bara í kynlífsþrælkun til sín og annað, þetta er viðbjóður.